Hækkun fasteignamats meiri en búist var við að sögn fasteignasala. Það hækkar rúm 9% milli ára, mest á Suðurnesjum og Norðurlandi. Búferlaflutningar Grindvíkinga hafa mikil áhrif. Það stefnir í harðan slag á milli Íslandsbanka og Arion banka sem báðir vilja sameinast Kvikubanka. Líklegt að Samkeppniseftirlitið setji skilyrði fyrir sameiningu, sama hvor bankinn verður fyrir valinu. Bandaríkjastjórn hefur fyrirskipað sendiráðum að stöðva nýjar umsóknir skiptinema vegabréfsáritanir. Íslenskir námsmenn eru tvístígandi dvöl sín í Bandaríkjunum að sögn forseta sambands þeirra. Ríkisstjórnin stendur frammi fyrir sinni stærstu prófraun til þessa hvort hún sé verkstjórn eða ekki, segir prófessor í stjórnmálafræði. Veiðigjaldafrumvarpið vegi þyngst. Betra að mæta með sjónauka en brauð niður á tjörninni í Reykjavík í sumar. Líffræðingur segir brauðið geta laðað að sér máva sem séu ógn við ungana. Komið sæl, við ætlum að byrja á því að segja ykkur hér nýja frétt en mikill viðbúnaður við Hvítá á Suðurlandi eftir að dráttarvél hafnaði í ánni. Lögregla, björgunarsveitir, slökkvilið og áhafnir á 2 þyrlum Landhelgisgæslunnar eru við björgunarstörf á vettvangi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Tilkynningum slysið barst seint á 7. tímanum. En nánar er hægt að lesa þetta atvik inn á rúv.is. Fasteignamat hækkar 9,2% á milli ára. Nýtt mat fyrir árið 2026 var gefið út í morgun. Íbúðir hækka rúm 10% að meðaltali en atvinnuhúsnæði tæp 5%. Hækkunin talsvert meiri en í fyrra þegar fasteignamatið hækkaði 4%. Hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir áhrif búferlaflutninga Grindvíkinga mikil. Já, það nokkuð óvenjulegt að stýrivextir hækki og að eftirspurn aukist á sama tíma á einu ári. Það svona ekki í venju við það sem gerist venjulega. En það miklu leyti út af einmitt atburðunum í Grindavík og svo líka bara endurspeglar þetta þessa miklu eftirspurn sem á íbúðamarkaði út af mikilli íbúðafjölgun og íbúðaþörf. Ef við lítum á landið allt sjáum við að hækkunir einmitt hvað mest á Suðurnesjum í nágrenni Grindavíkur. Þannig hækkar íbúðaverð rúmlega 12% í Reykjanesbæ og 17% í Suðurnesjabæ. Hækkunin líka mikil á Norðurlandi eystra í nágrenni við Akureyri. Í Hörgársveit hækkar fasteignamatið 22% og í Eyjafjarðarsveit 13%. Til samanburðar hækkaði fasteignamat í Reykjavík 10% en hækkanirnar eru minni á Vestfjörðum og Austfjörðum. Fasteignasali segir að hækkanirnar hafi verið viðbúnar. Hækkunin kannski í þeim meiri en ég átti von á. Það sem þarf alltaf að hafa í huga að fasteignamat meðaltal og meðaltal þýðir þá það að eineignir lægri og önnur hærri og þegar fólk að máta sig kannski til dæmis ráðast lengi og eitthvað svona þá getur verið gríðarlegur munur á verðmæti eignar bara hvort það eignin sé uppgerð frá til eða hvort það sé algjörlega orginal. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir fasteigna eigendur? Já, hækkanir á fasteignamati þýðir þetta að eignin verðmætari á pappír. Samanlagt virði allra fasteigna á Íslandi í dag 17.100 milljarðar. Það var í gær, það hefur hækkað 1500 milljarðar á einum degi með einu pennastriki. Er það gott? Það getur gagnast fólki. Fólk sem til dæmis með viðbótalán á slæmum vaxtakjörum því það svo skuldsett. Já, það getur skoðað að endurfjármagna lánið og reynt þá að fá lánið á betri kjörum núna þegar að fasteignir telst verðmætari. En svo það skattarnir? Svo það skattarnir. Fasteignagjöld þau miðast við þetta mat og þau hækka því að óbreyttu meðaltali 9% á strax áramót. Ekki nema sveitarfélögin lækki skatthlutfallið sitt. Og það hefur ekki verið raunin á síðustu árum. Við sjáum að við lítum bara á síðustu 5 ár. Þá hafa fasteignagjöld hækkað einhver 50% sem langt umfram almennt verðlag. En við verðum bara að sjá hvað sveitarfélögin munu gera. Við skulum bara bíða að sjá. Alexander Kristjánsson, takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Og við fyrir vestur haf. Ríkisstjórn Bandaríkjaforseta hefur fyrirskipað bandarískum sendiráðum allan heim á hætta að taka við umsóknum námsmanna vegabréfsáritanir og skoða samfélagsmiðla umsækjenda. Íslenskir námsmenn eru uggandi yfir þróuninni. Ríkisstjórn Donalds Trump hefur vikum saman átt í útistöðum við Harvard og fleiri menntastofnanir og meðal annars staðhæft að þar líti framhjá stjórnlausu gyðingahatri.
Stjórn Harvard neitaði alfarið að fara að kröfum yfirvalda að þau hefðu afskipti af ráðningum og inntökuferli sem leiddi af sér sviptingu ríflega 2 milljarða bandaríkjadala fjárveitingar. Á dögunum hótaði ríkisstjórnin að afturkalla dvalarleyfi skiptinema við skólann en árlega stunda 7.000 erlendir námsmenn þar nám. Þessu hafa nemendur mótmælt. The attack on Harvard and its international students is part of a deeper effort to defund and dismantle the academic world. It's an attempt to reroute our brightest researchers into private corporations, stripping academic institutions of their power. Fjöldi Íslendinga stundar nám við Harvard eða hugðist hefja nám þar í haust. Samband íslenskra námsmanna erlendis segir fulla ástæðu til að hafa áhyggjur. Það eru margir óvissu þættir upp á borðinu núna. Við vitum ekki hvenær afgreiðsla vísaumsókna fer aftur á stað. Við vitum ekki hvað það er sem að þykir óæskilegt að sé á samfélagsmiðlum umsækjenda og við vitum ekki hvort að þetta muni hafa mikil áhrif á íslenska umsækjendur eða ekki. Að margir hafa áhyggjur og alveg verulegar áhyggjur af því hver þeirra staða er og hvort þau ættu að vera áfram eða hvort þau ættu jafnvel að hætta við að fara út yfir höfuð. Hörð samkeppni að kaupa Kvikubanka. Stjórn Íslandsbanka sendi stjórn Kvikubanka bréf í morgun þar sem farið fram á sameiningaviðræður bankana. Stjórn Arion banka gerði slíkt hið sama í gær. Hlutabréf í Kviku hækkuðu rúmlega 10% í viðskiptum dagsins í dag og markaðsvirði bankans nú 79 milljarðar króna. Nú Magnús Geir Eyjólfsson, verður þetta harður slagur? Já, það má búast við því. Bankarnir hafa verið mikið talað þörfina fyrir að vaxa og það einfaldlega ekki mörg tækifæri á íslensku bankamarkaði til að vaxa. Við munum að það ekki langt síðan Arion banki fallast til því að sameinast Íslandsbanka. Það var bara afskrifað í raun strax af því að það var talið útilokað að Samkeppniseftirlitið myndi heimila þann samruna. Íslandsbanki var kannski ekki alveg á þeim buxunum að fara í þessa vegferð strax en eftir útspil Arion banki í gær þá þurftu stjórnendur Íslandsbanka að bregðast við og það hratt. En hvort tilboðið hljómar betur? Á pappír hljómar tilboð Íslandsbanka betur. Það boðið 10% yfir markaðsvirði og möguleikann að greiða út bæði hlutabréfum og reiðufé á meðan Arion banki talar markaðsvirði og greiða og skipti úr hlutabréfum. En orðalagi hjá Arion banka gerir svo sem ráð fyrir ákveðnum sveigjanleika, svo geti Arion banki allt eins komið annað tilboð, bankastjóri Arion banka útilokar það ekki og svo eru kannski aðrir þættir sem geta haft áhrif á sín hluthafa, til dæmis hvort þetta eru flóknir samrunar og þess háttar. En báðir bankastjórarnir eru sannfærðir ágæti eigin tilboða. Já, þau eru náttúrulega annars vegar bara í skilvirkni heilt yfir og svo það líka í svona tekjum að geta nýtt má segja okkar slagkraft. Við erum náttúrulega með mikinn fjölda viðskiptavina. Kvika hefur nokkuð öflugt í fjártæknilausnum og við sjáum tækifæri í því. Teljið ykkur betri kost en Arion banka sem einnig vill fá Kviku? Já, það er okkar hlutlausa mat. Við erum að reka mjög litla banka á Íslandi í mjög flóknu regluverki sem verður alltaf flóknara og þá þurfum við stærri fjármálafyrirtæki til þess að betur ráða við þetta mikla regluverk. Teljið ykkur vera í betri stöðu heldur en Íslandsbanki? Já, við allavega teljum að þessi félög eigi vel saman og menningarlega og mörg áherslur í okkar rekstri sem fara vel saman og stutt á milli líka. En Magnús Geir, eru líkur á því að Samkeppniseftirlitið sé mótfallið þessum samruna? Ekki samrunum sem slíkum, ólíkt Arion banka og Íslandsbanka þá Kvika ekki kerfislega mikilvægur banki en það ekki ólíklegt að Samkeppniseftirlitið setji ákveðin skilyrði. Arion banki og Kvika eru til að mynda bæði með mjög stóra eignastýringu þannig að líklega vera reistar einhverjar girðingar þar ef sú leið verið farin. Að sama skapi líklegt að Samkeppniseftirlitið horfi á lánsfjármögnunarfyrirtækin, Íslandsbanki á Ergo, Kvika á Lykil, stórir aðilar á þessu markaði. En það bara eitthvað sem kemur ljós seinna meir. En hvers vegna af hverju viljið kaupa Kviku? Bankarnir vilja vaxa og það má segja að Kvika liggi vel við höggið þar. Það mikill fastur kostnaður í þessum bransa, bæði í kerfum og fólki. Með svona yfirtöku þá bjóðast tækifæri til að stækka lánasöfnin verulega á þess að fastur kostnaðurinn aukist. Stærri bankar þýða líka að það verður kannski líklega hagkvæmara að fjármagna bankana á alþjóðamarkaði. Og svo þarna ágætar eða svona spennandi einingar inn á milli og þar horfa báðir bankar sérstaklega til starfsemi Kviku í Bretlandi. Og við okkar áherslur hafa auðvitað líka verið á norðurslóðir. Við höldum að framöndan sé miklar fjárfestingar í okkar nágrannaríkjum og þá gott að vera í nánari tengslum við alþjóðamarkaði.
bæði út frá skilvirkni og líka svona sókn á ýmsa vegu, bæði hér innanlands og Kveiká er einnig með starfsemi erlendis, þannig að við sjáum töluvert tækifæri þar líka. En hver hafa viðbrögð Kveiku verið? Lítil, önnur en bara erindi hafi verið móttekið og stjórnin muni skoða þetta. Talsmenn Kveiku vildu ekki veita viðtöl í dag, en stjórnendur bankana vonast nú að hljóta áheyrn hjá stjórn Kveiku á næstu dögum og svo í kjölfarið verður ákvörðun tekin hvor bankin verður fyrir valinu. Kannski hafi í huga að svona ferli tekur mjög langa tíma, 12 til 18 mánuði líklega. En er einhver möguleiki á því að Landsbankinn blandi sér í þessa baráttu? Það hefur ekki verið rætt innan bankaráðsins og ég held að verði telast afar hæpið. Ríkið er náttúrulega agalegandi Landsbankans, ríkið er nýbúið að selja sinn hlut í Íslandsbanka og það verður mjög skrítið ef ríkið ætlaði að fara aftur í þá vegferð. Og svo líka munum við að Landsbankinn keypti Temi fyrir það var umdeilt og þetta er enn stærri biti. Heldur betur. Magnús Geir Eyjólfsson, takk kærlega fyrir þetta. Ísland getur staðið undir kröfum aukin útgjöld NATO-ríkja til varnar- og öryggismála með fjárfestingum í mikilvægum innviðum. Þetta segir forsætisráðherra sem heitti framkvæmdastjóra NATO í Brussel í morgun. Þetta er í fyrsta skipti sem að forsætisráðherra kemur hingað í höfuðstöðvar NATO í Brussel. Bílalest forsætisráðherra kom hingað 9:00 í morgun. Hún fékk kynningu á fastanefnd Íslands hérna og starfsfólkinu sem að þar vinnur fyrir tvíhliða fund sinn með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO. Það sem að umræðuefnið var meðal annars komandi leiðtogafundur bandalagsins í Hollandi eftir tæpan mánuð. Það sem að helsta umræðuefnið verður útgjöld aðildarríkjanna til varnar- og öryggismála. Búist við að leiðtogar NATO-ríkjanna samþykki í næsta mánuði að verja samtals 5% af þjóðarframleiðslu ríkjanna til varnar- og öryggismála. 3,5% eiga að fara í bein hernaðarleg framlög, 1,5% í varnartengd verkefni eins og innviði. I'm clearly hearing from Iceland and also in my meetings today is the willingness to increase defense-related spending. So within the context you rightly described of Iceland's position, there is clearly that willingness to invest more. Kristrún tók undir þetta á blaðamannafundinum og ítrekaði síðan afstöðu íslenskra stjórnvalda í viðtali að fundinum loknum. Ég held að við getum vel farið langleiðin upp í 1,5%. Þetta mun auðvitað ekki gerast yfir nóttu. Þetta er yfir árabil. Það er margt sem við erum núna að gera í varnartengdri fjárfestingu sem mun falla þarna nú þegar undir. Við þurfum að horfa líka til þess að styrkja hafnir, styrkja flugvilli, styrkja vegakerfi, styrkja núverandi krítiska innviði og þetta allt getur talið þarna inn. Þannig ég horfa á þetta líka sem áfallaþolsverkefni fyrir Ísland. Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka að okkur algjörlega óháð þessari kröfu frá NATO og við munum vel geta staðið undir því. Þau sem vinna við að styðja krabbameinsgreinda í endurhæfingu í ljósinu verða vör við að bið hefur lengst eftir þjónustu eins og geislameðferð. Biðin taki mikið á. Bið eftir geislameðferð er orðin jafnvel tvöfalt lengri en miðað er við fyrir sum krabbamein, 62 dagar að meðaltali. Heilbrigðisráðherra segir að grípa þurfi til aðgerða og framkvæmdastjóri krabbameinsþjónustu Landspítalans sagði í fréttum fyrir helgi að meðal annars sé leitað að starfsfólki ytra og skoða hvort hægt sé að senda sjúklinga í meðferð í Kaupmannahöfn. Krabbameinsgreindir geta fengið margs konar endurhæfingu í ljósinu. Það er að bíða eftir að fá svar frá lækni og er að bíða eftir að komast að í geislameðferð og já, það hefur vissulega áhrif því að þegar fólk greinst með krabbamein að þá snýst lífið það að komast í meðferð. Í ljósinu fær fólk sálfélagslegan stuðning og líkamlega endurhæfingu og þarna hittir fólk aðra í sömu sporum. Það býður við síman, það þarf að hafa síma hjá sér þegar læknir gæti hringt og eins heyrum við þetta líka í meðal fólks þegar fólk er að spjalla hjá okkur í matnum og í svona jafningja hópum að fólk hefur áhyggjur af þessu. Og það þurfa að bíða kannski mánuður saman. Að það reynir gífurlega á og allt lífið þetta ferðaldið í bið að því þetta er þitt verkefni í dag. Orka þeirra sem er í krabbameinsmeðferð er mjög takmörkuð. Fólk lærir að forgangsraða í hvað það notar orkuna og það telur þegar reynir til dæmis á biðlundina. Og með því að vera hér og byggja upp þolið sitt og þrautseigina og læra hvað það hefur mikla orku til þess að gera hvern dag og finna hvernig það getur smá sem að byggt upp orkuna sína á svo mörgu sviðum í lífinu og þetta hjálpa fólki alveg gífurlega mikið. Stór hluti þorpsins Blatten í Sviss er rústir einar eftir að stór hluti jökuls brast á þorpið með miklum látum.
Jökullinn ruddi á undan sér gríðarmiklu magni jarðvegs sem skall á þorpinu. Þorpið var rýmt fyrir nokkrum dögum, ekki hefur því frést af manntjóni. 300 manns búa í Blatten og óvíst hversu margir geta snúið aftur til síns heima. Ríkisstjórnin stendur frammi fyrir sinni stærstu prófraun sem snýst hvort hún verkstjórn eða ekki, segir prófessor í stjórnmálafræði. 5 mánuðum eftir að hún tók við stuðningur við hana samkvæmt Gallup 66% og það þrátt fyrir að fylgi Flokks fólksins hafi verið nánast í frjálsu falli frá áramótum. Fylgi Samfylkingarinnar sem leiðir ríkisstjórnina komið í tæp 30% samkvæmt Gallup og samkvæmt könnun Maskínu bæta Samfylking og Viðreisn við sig fylgi. Já, staða ríkisstjórnarinnar óneitanlega mjög góð. Reyndar það oft þannig með nýjar stjórnir að staðan góð til að byrja með. Hins vegar stendur ríkisstjórnin núna frammi fyrir stærstu prófrauninni sem á sínum stuttaferli. Hún hefur lagt áherslu á það að hún sé verkstjórn ólík fyrri stjórn. Það að segja að hún komi málum í gegn og hún hefur alla burði til þess að gera það. Það eina sem komi í veg fyrir það sé ef stjórnarandstaðan leggist í tafaleiki og málþóf. Nú reyni á hvort ríkisstjórnin hafi þrek til að koma í veg fyrir það. Ríkisstjórnin hafi 2 valkosti, að láta þing standa fram á sumarið og haust og leyfa stjórnarandstöðin að endurtaka sig í sífellu, eða hún samþykkir að ljúka málþófi og ganga til atkvæða sem leyfilegt samkvæmt þingsköpum en hefur ekki verið beitt frá 1959. Þetta gildir til dæmis alveg sérstaklega veiðigjaldamálið. Ef að stjórnarandstaðan ætlar að reyna að stöðva framgang þess, mál sem að eining hjá stjórninni, mál sem nýtur mikil stuðnings hjá þjóðinni, ef stjórnarandstaðan ætlar að reyna að stoppa það með málþófi, þá liggur beint við að stjórnin beiti þessu ákvæði þingskapa. Og það finnst Ólafi ekki ólíklegt. Stjórnarandstaðan á Alþingi hefur hins vegar ekki náð vopnum sínum enn sem komið og allir 3 flokkarnir hafa fengið minna fylgi í könnunum en kosningum í lok nóvember. Þar að auki hefur stjórnarandstaðan verið svona lin, finnst mér, eða ekki öflug í þeim skilningi að þetta hefur mikið verið nöldur, tafaleikir í þinginu, neikvæð ásýnd og það hefur ekki skilað þeim neinu að minnsta kosti ennþá. Nýjasta Starship geimflug fyrirtækisins SpaceX fórst skömmu eftir geimskot frá Texas í gær. Vonir stóðu til að geimflugin kæmi nokkrum tilraunagervihnöttum á sporbaugum jörðu en það tókst ekki. Þetta var í 9. sinn sem geimflug í Starship verkefninu var skotið á loft. Þegar ein Starship flaug ferst önnur betri smíðuð og fær sama nafn. Þetta sagt ódýrari aðferðafræði en sú sem bandaríska geimferðastofnunin NASA beitir. Þá löngum tíma eitt í að fullkomna eina eldflaug sem gjarnan tekst svo að koma út í geim áfallalaust. Það vetrarsport að gefa öndunum á Tjörninni í Reykjavík brauð að sögn líffræðings hjá Reykjavíkurborg. Það geti hins vegar haft neikvæð áhrif á fuglalíf í miðborginni á sumrin. En nú bara vor í lofti og sumar á næsta leiti og þá margir sem að vilja koma hérna niður á Tjörninni og með börnin sín og gefa öndunum brauð. Já. En má það? Sko, við höfum svona mælst til þess að fólk geymi brauðgjafirnar yfir sumartímann. Það í raun og veru nógu mikið æti fyrir endurnar yfir sumari, þannig að gjafir fyrir fugla svona meira vetrarsport. Við náttúrulega mælum eindregið með því að fólk komi hérna á Tjörninni og njóti þessa fallega svæðis, Hljómskálagarðsins, kannski með kíki og fylgist með ungunum komast á legg og síðan þegar það fer að kólna og æti fyrir að minnka fyrir fuglana, þá má gjarnan koma og gefa þeim, sko. Brauðgjafir á sumrin geti laðað að sér afræningja eins og máva og haft neikvæð áhrif þó að fólk meini vel. En á eftir að koma í ljós hvort kræf fuglaflensa í vetur hafi haft mikil áhrif á fuglalífið við Tjörnina. En við höfum samt verið svona á undanförnum árum í alls konar aðgerðum til þess að reyna að styrkja fuglalífið. Við höfum bætt bakkann hinum með Tjörnina og vorum núna í vetur að bæta búsvæðið í Hólmanum. þar sem við vonumst til þess að það styðji við fuglalífið og hjálpa ungunum að komast á legg. Já, eins og Tómas Guðmundsson söngum í vorkvöld í Reykjavík að þá voru kríurnar að amstra og bjástra í Hólmanum. Þær voru hættar því og við vonum að þær fara að gera það aftur. Ekkert fegur en vorkvöld í Reykjavík.
Í Kastljósi kvöldsins verður tekist á fyrirhugaðar breytingar veitna í Heiðmörk. Þá verður rætt við íslenska nemanda sem að útskrifast frá Harvard-háskóla í Bandaríkjunum bann Trumps á að taka við erlendum nemendum. Og í lok þáttar þá verður leitið inn til tónlistarmannsins Högna Egilssonar. En þá það veðrið. Það rólegheita veður í kortum næstu daga, vindur hægur í öllum landslutum og skiptist á með skini og skúrum. Þannig helst staðan óbreytt fram á sunnudag hið minnsta og því ágætist útivistarveður á löngum köflum en þó viðbúið að skúradembur detti inn víða við. Hitatölur verða á bilinu 7 til 13 stig að deginum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir segir okkur frá. Fanndís Friðriksdóttir snúin aftur í íslenska landsliði í fótbolta eftir 5 ára fjarveru. Hún hittir hópinn fyrir í Noregi þar sem íslenska liðið mætir því norska í þjóðadeildina á föstudag. Við heyrum í okkar fólki þar. Keppt var í nýrri grein á EM í áhaldafimleikum í dag og Rússar verða áfram bannaðir á Ólympíuleikum. Ekki missa af íþróttum strax að loknum fréttum. Og þá verður við helstu atriði fréttatímans. Hækkun fasteignamats meiri en búist var við að sögn fasteignasala. Það hækkar rúm 9% milli ára, mest á Suðurnesjum og Norðurlandi. Búferlaflutningar Grindvíkinga hafa mikil áhrif. Það stefnir í harðan slag á milli Íslandsbanka og Arion banka sem báðir vilja sameinast Kveikur-banka. Líklegt að Samkeppniseftirlitið setji skilyrði fyrir sameiningu, sama hvor bankinn verður fyrir valinu. Bandaríkjastjórn hefur fyrirskipað sendiráðum að stöðva nýjar umsóknir skiptinema með vegabréfsáritanir. Íslenskir námsmenn tvístígandi dvöl sín í Bandaríkjunum að sögn forseta sambands þeirra. Ríkisstjórnin stendur frammi fyrir sinni stærstu prófraun til þessa hvort hún sé verkstjórn eða ekki, segir prófessor í stjórnmálafræði. Veiðigjaldafrumvarpið vegi þyngst. Betra að mæta með sjónauka en brauð niður á Tjörninni í Reykjavík í sumar. Líffræðingur segir brauðið geta laðað að sér máva sem eru ógn við ungana. Og varðandi það sem við sögðum ykkur hér í upphafi fréttatímans manninn sem fór í Hvítá, þá vitum við það að maður sem féll í Hvítá á Suðurlandi að hann fundinn. Og vildum segja ykkur það að við sögðum ykkur frá þessu í upphafi fréttatímans að það var traktor sem fór í ána en maðurinn sem satt fundinn. En þessum fréttatíma, honum að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir á okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við hjá fréttastofunni viljum að segja þetta gott í bili, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Beits gegn póstþjónustunni áhrifin.